Það er margt sem ég hefði viljað vita en það er líka mikilvægt að skamma ekki sjálfan sig hvernig maður tekst á við sorgina. Allir gera það á mismunandi hátt og maður getur alveg lært eitthvað eða séð eftir einhverju en það má samt ekki móta svona viðbrögð manns við því. Ég heiti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og er dómsmálaráðherra. Já, það er auðvitað bara mjög mikilvægt að við áttum okkur á svona þeim skelli sem ungt fólk og börn verða fyrir þegar þau missa foreldri og að þau fái þá aðstoð sem þau þurfa til að bæði takast á við það, átta sig á því hvað hefur gerst og fá fræðslu þetta bæði í aðdragandanum og eftir að einhver fellur frá. Þar eru auðvitað samtökin sem Krabbameinsfélagið afar mikilvægt. Við verðum að leggja allt í sölurnar til að reyna að finna leiðir til að lækna fólk, til að halda því á lífi lengur, að lifa með krabbameininu. Svona félög eru bara afar mikilvæg í samfélaginu okkar. Öll svona sjálfstæð félög sem sinna sínum hugðarefnum að svona meiri krafti heldur en kannski önnur leggja mikla áherslu á einstök mál eins og Krabbameinsfélagið hefur gert. Að sinna þessu stóra verkefni bæði þeim sem greinast og aðstandendum og upplýsandi fræðslu sem er líka svo mikilvæg. Báðir foreldrar mínir greindust með krabbamein þegar ég var tvítugt og mamma mín lést síðan úr krabbameini 2 árum seinna. Þannig að ég þekki auðvitað bæði þessa baráttu og þá sorg sem verður í kjölfar þessa að missa einhvern nákominn úr þessum sjúkdóm. Ég held að mitt svona helsta ráð er bara að lífið er ekki búið. Það er alls ekki búið og maður þarf auðvitað að vinna sig í gegnum þetta og tekur tíma og tími læknar ekkert endilega öll sár, heldur þú lærir svona að lifa með þessu og átta þig á hvernig þú gerir það. Og margir eiga í erfiðleikum með að tala við fólk sem hefur lent í missi, verður vandræðalegt, á erfitt með að vita hvað það á að segja. Það er auðvitað bara verkefni, en fólk sem lendir í missi er fólk sem vill bara eiga vini og vill heyra að fólki sitt sé til staðar og það er ekkert endilega þarf ekki að finna réttu orðin. Þú vilt bara manneskjurnar séu þarna fyrir þig og þú getur leitað til þeirra þegar þú þarft á því að halda.